Já, komið sæl. Það nú að verða svona breyting í stöðu veðurkerfi hjá okkur, hæðin sem hefur stjórnað veðrinu hjá okkur og hún nú búin að flytja sig hérna suður á bóginn og við það opnast lagðarbrautin aftur til okkar og við fáum nú svona nokkrar smálaðir til okkar næstu daga en það er það nú svona fremur vegalitlar og en það verður samt nóg til þess að það verður rigning hjá okkur næstu daga og síðan mun nú einnig fara að kólna hjá okkur og ef við lítum á hitasvið að það sjáum hvernig þetta kalda loftina fyrir norðan okkur er að streyma hérna suður á bóginn og verður áfram að sig kalt hérna í Skandinavíu en milda lofti hérna fyrir sunnan okkur það svona að nær svona aðeins að tegja sig inn á Suðurlandi þannig að það verður nú kannski ekki eins svalt sunnanlands eins og norðan. Og ef við skoðum kort morgundagsins að þá sjáum við að það er komin vaxandi austanátt, það er þessi norðanátt sem er núna ríkjandi, hún verður ríkjandi eitthvað fram á nótt og eitthvað fram á morgunin en síðan fer vindur að vaxa úr suðaustri og seinnipartinn að þá verður komin nokkuð stíf austanátt hérna við suðurströndina og byrja að rigna hérna sunnanlands og þessi rigninga hún mun síðan ágerast eftir því sem að líður á kvöldið. Norðan til landinu verður aftur þurrt og vindur mun hægari og það sem að gera síðan er það að aðra nótt og þá muni þessi skil koma inn á allt landið og þá fer að rigna allt land. Og á þriðjudaginn að þá verður svona sjálflaðamiðan, hún verður hérna svona við suðurströndina, það verður austlæg átt hjá okkur, hitinn svona í kringum 4 til 7 stig og úrkoma í raun og veru í öllum landshlutum. Á miðvikudeginum að þá mun aftur svona fara að snúast til norðlægar áttar, lægðin er komin hérna norðaustur á landinu og norðanáttina að taka við og þá mun kólna hjá okkur enn frekar og hitatölur fara hérna aftur niður undir frostmark norðanlands og þar komum við jafnvel til að sjá styttu eða snjókomu svona svolítið eftir í hvar þetta lendir við núllið en sunnan til ætti nú að verða talsvert hlýrra og einnig verður bæði þurrt og bjart og áfram á fimmtudeginum að þá nú svona smálægð sem á að myndast hérna fyrir sunnanland sem á að renna sér hérna upp með austurströndinni og þá hún mun nú væntanlega sjá til þess að verður nú talsvert væta hérna sérstaklega á austanverðu landinu en það er nú ekki alveg öruggt núna hvernig hún mun haga sig, við verðum bara að sjá til þegar eftir því sem að nálgast en svona almennt séð verður svona breytileg átt á landinu á fimmtudeginum og það verður blautt í flestum landslögum og svona fremur svalt í veðri sem hitatölur ekki nema víða 3 til 5, 6 stig. En ef við skoðum aðeins hvað að gerast í kringum okkur að þá nú svalt hérna í Skandinavíu, það þetta kalda loft að norðan, það að streyma hérna suður á bóginn og snjóar hérna í fjöll í Noregi. Það þó svona bjart í höfuðborgunum þó að hitatölurnar sé nú ekki til þess að hrópa húrra yfir svona miðað við ástíma og síðan þegar komið hérna niður á Balkanskagana þá talsverða dempuð þar og rigning í Grikklandi og hitinn ekki 13 stig í Aþenu. Ítalía aftur á móti bæði bjartara og hlýrra en má búast við einhverjum dembum svona austan til. Og það rignir líka á Íberíuskaganum, það verður skúraleiðingar í Portúgal og rigning í Madrid á morgun og víða rigning hérna við austurströndina. En aftur á móti á Kanaríeyjum að þar verður bæði þurrt og bjart á morgun. Ef að við förum síðan vestur hafa þá nú svona skilakerfi að fjarlægast hérna austurströndina, það verður nú enda rigning í New York á morgun en svona bjart hérna við suðurströndina en einhverjar skúraleiðingar í Miami og síðan talsverð þrumið veður á sléttunum en svona hægviðri og bjart í Kaliforníu. En á morgun í okkur verður vaxandi austanátt með rigningu sunnan til þegar það kemur fram á morgundaginn en norðan til ætti að verða þurrt og vindur hægari. Látum þetta duga að vera í kvöld. Verið sæl.